Já, komið þið sæl. Ég ætla að fara hérna yfir hrútakost, þann hrútakost sem er á Vesturlandsstöðinni, hrútana sem standa í Borgarnesi, og með mér er Árni B. Bragason sem ætlar að aðstoða mig við þessa kynningu og við ætlum að fara yfir þetta í sameiningu. Og síðan mun Lárus Birgisson koma til liðs við okkur og kynna forysturútin sem stendur í Borgarnesi. En svona til að hafa smá inngang að þessu þá svona heilt yfir að þá er hér að við teljum mikið að spennandi gripum og mikið að nýjum rútum. Sérstaklega var mikið lendun í núna í kollótturrútunum, en það koma einhverju nýjir kollóttirrútar inn á stöð, sérst báðar stöðarnar þetta árið, og 13 hindir nýjir rútar, þannig að það er hérna talsverð endurnýjun í stofninum, og svo bætist við ferhindurrútur, forysturrútur og nýrfeld fjárrútur. Og þessir rútar eru ýmist valdir beint út frá reynslu og heimabúum eða í gegnum afkomarannsóknir, sérstakar afkomarannsóknir fyrir sæðingastöðarnar, og það eru 10 rútar sem að koma núna þá leiðin inn á stöð sem eru þá búið að prófa í öflugum afkomarannsóknum, og það er svona nákvæmari og öruggari leið til að velja góða lambafeður inn á stöðarnar. Og ef maður ber svona gæði hrútana saman við fyrri ár út frá kynbótamati þá stenst þessi hópur mjög vel þann samanburð. Það eru til dæmis núna einhverju 17 hrútar sem að fara yfir 120 stig fyrir gerð, sem er talsvert mikil fjölgun frá fyrra ári. Og þarna eru nokkrir hrútar mjög háir fyrir kynbótamati mjólkurlagni, mikil breytileiki í kynbótamati varðandi fitu, meiri en verið hefur, og svo er mikill fjölbreytileiki í litum, og held ég að okkur hafi sjaldan tekist betur til að ná inn hreingvítum hindum hrútum. En þetta var svona almennt hrútakost stöðvanna beggja, en þá hefjum við Árni hér kynningu á þessum hrútum sem að standa í Borgarnesi, og fyrsti hrútur sem að hér er kynntur til leiks, það er hrútur sem heitir Dólgur og er frá Víðikeri í Bárðardal. Fullorðinn hrútur og mikið reyndur, en val á þessum hrút byggist kannski svona einna helst á þessu háa kynbótamati sem hann er með fyrir mjólkurlagni, 117 stig, sem er mjög afgerandi og orðin talsverð reynsla á bakvið, þannig að það var nú það sem að vakti svona athygli okkar á þessum hrút. En Dólgur, hann var sjálfur mjög athyglisvert lamb, eins og þið sjáuð á landsdómnum, hann er með 90,5 stig og hérna árið 2014 þegar hann var stigaður, þá var þetta hæðstigaða lamb landsins og feikilega þroskamikill gripur með 44 mm bak. Dólgur er sjálfur sér fremur stórgerð kind og eru ákveðmans líkleg til að geta safnað á sig miklum holdum ef aðstæður leyfa. Sem lambafaðir heim í Víðikeri hefur hann verið í ágætu meðalagi á búinu. Hann er ekkert hári kynbótamati fyrir gerð, en er svona yfir meðalagi. En á þessu búi er lömbum lóað við fremur lágan aldur, eða svona meðaltali rétt 120 daga, sem er talsvert undir meðaltali á landsvísu sem eru 140 dagar. Þannig að þau eru kannski ekki orðin það þroskuð að séu farin að sýna hvað virkilega í þeim býr
hvað varðar gerð og holdfyllingu. En það nú svona dæturælingarnir sem eru kannski mest spennandi við hrútinn. Árni, hvað viltu segja okkur þá hlið á dólgi? Eins og Blöpp Matti sýnir, þá eru dætur hans ákaflega mjólkurlegnar og höfðu 18 dætur hans nú í haust 5,89 afurðastig að jafnaði, sem nú orðið býsna hátt. Og frjósemi þeirra var jafnframt nokkuð yfir meðaltali búsins. 5 tvævellur með 2 lömb á kind fædd og 15 eldri með 2,07 lömb fædd. Þannig að það lítur, hann er bara mjög góðan reynslu á heimabúinu sem erfæðir. Og hann er hreinghvítur og með góða ull og heldur ullar magninu vel líka með aldur, þetta er alveg fullorðinn hrútur. Og kannski einmitt þess vegna hann er alveg fullorðinn, þá nástað til þess að hvetja bændur til þess að ekkert að bíða með að prófa þennan hrút og þá hann haldi sér nú vel og sé hraustlegur eins og stendur. Og hann er arfblendinn hvítur og erfi líklega mórautt, en það er þó aðeins 1 lamb enn sem komið sem hefur komið fram þannig, en svo erfir hann líka tvílit og gefur sjálfsögur hreingvít eins og hann er sjálfur ef það er í boði. Já, það má segja svona heilt yfir að dólgur þetta er spennandi erfæðir og ætti að vera mjög góður kostur til að rækta mjólkurlegna dætur. Það ætti að vera aðallinn. Sem lambafæðir gæti hann virkað mjög vel þar sem hann leikir góður, en sjálfur hafði hann gríðarlega vaxtargetu. Þannig að þetta er spennandi hrútur. Og þá er það næsti hrútur sem að kemur hér upp á skjáinn, það er hann Búi frá Lækjavöllum. Hann er líkur Bárðardalum eins og dólgur. Búi kom sem sagt inn á sæðingarstöð haustið 2019 og er að hefja sín annan vetur. Hann var sérst valinn sem bara svona spennandi alhliða kynbótarhrútur og valinn beint inn á stöð sem slíkur. Faðir hans Guðni reyndist nú ákaflega vel sem erfæðir og vonir okkar standa til að Búi kippi í kynið hvað það varðar. Búi er prýðis lambafæðir og stóð sig bara vel sem slíkur heima á Lækjavöllum. Hann fékk svo sem enga óskapar notkun síðasta haust, en enga síður þá á hann nú alls ekki minnsta lambahópinn sem var skoðaður. Það skiluðu sér nú býsna vel í dóm, þessir hrútaröndunum. Átti að tæpa 70 syni og þeir voru svona bara prýðilegir heilt yfir og í hópnum voru alveg feiki góðir greipir inn á milli. Hæsta lambið undan honum stigaðist upp á 90,5 stig, hrútlamb á Ingjaldstöðum. Þannig að hann getur greinilega gefið toppa inn á milli. En hvernig lítur út með dæturæginleikana? Já, hann hefur farið vel á stað þarna heima sem erfæðir þarna heima á Lækjavöllum og núna í vor sýndu 20 ær, 2 vetra og eldri frjósemi nokkuð yfir búsmeðaltalinu og dætur hans nú í haust fengu 5,29 afurðastig að meðaltali. Þannig að það lítur vel út með það og síðan bætist nú eitthvað dálítið í hópinn eftir fyrsta vetur á stöð og þetta skýrist betur að ári. Nú hann er síðan arfblendinn hvítur en erfir hvorki mórautt né tvílit. Svona heilt yfir þá er bara að undirstrika það að stendur náttúrulega ákaflega vel í kynbótamati fyrir alla eiginleika og þetta ætti að vera mjög
áhugaverður kostur til að, ekki síst til að ná sér í góðar dætur. Þannig var hann hugsaður og ætti að vera hrútur sem að myndi henta í flestar herðir. En þá förum við hér í næsta hrút og það er hann Breki frá Skálholtsvík sem að kom inn á sæðingarstöð í fyrra, að hefja sinn annan vetur á sæðingarstöð og eins og með búa þá er þetta hrútur sem að er valinn beint út frá svona góðri alhliða reynslu á búinu og hann hafði fengið sannarlega góða reynslu í Skálholtsvík. Það er eitt af stærri sauðfjárbúum landsins og hann var búinn að sýna þar að hann var feikimagnaður sem lambafæðir. Var þar einn öflugasti rúturinn í mjög stórum samanburði og leit vel út með dætur. Nú, hann fékk ágæta notkun og fengum þetta ríflega 100 lambrúta til skoðunar í haust undan honum og ekki hægt að segja annað en það hefur verið bara veikna góð útkoma á því. Þessi tiltölulega stóri hópur er jafnframt sá þroskamesti af svonum hindu stöðarútana. Þeir voru þyngstir á fæti þessir hrútar sem komu til dóms. En þeir voru samt undir meðalagi hvað varðar legglengd, þannig að þetta eru býsna þéttvaxin lömb. Og þau stiguðust bara almennt mjög vel og það sem flokkaðist fór í slátur flokkaðist einnig mjög vel. Og það er greinlegt að þetta eru lömb sem að þola talsverða þyngd áður en þau fara að fitna mikið og því er hann einnig gagnvart fitunni. En Árni, hvað viltu segja okkur um dætur? Já, sú reynsla sem er komin á hann heima í Skálholtsvík bendir til að dætur hann séu svona í meðalagi frjósamar en mjólki ljómandi vel og haustið 2019 þá voru 16 dætur hans með 5,5 afurðastiga meðaltali. Sem dæmi, en það er ekki komin skil fyrir haustið í haust, vantarlega þá fleiri dætur sem koma þar fram. Nú hann fékk eins og þú sagði talsvert mikla notkun, þannig að það ættum að fá einn dónadætrahóp að ári undan honum og já, svona allt sem og eitt er nú annað sem styður það nú að það sé efnilegur alveg hrútur held ég. Nú hann er arfblendinn grár og gefur jafnframt mórautt og tvílit og það er alveg hrein-hvítt. Já, og má segja þá svona kannski samantekið að það sem að Breki stendur fyrir er að hann gefur þrorskamikil lömb og vel gerð og lítur mjög vel út með að hann skili mjólkurlögnum dætrum. Þannig að þetta er alveg rífandi efnilegur alhliða kynbóta hrútur. En gott um Breka og kíkjum hér á næsta hrút. Og það er hann Glámur frá Svartakoti í Bárðardal. Hann er að hefja sinn annan vetur á sæðingarstöð. Hann sem tekinn í fyrra sumar út frá góðri reynslu sem hann var komin á hann sem lambaföður heim í Svartakoti og jafnframt var spáin hagstæð varðandi dætrar eiginleikana. Nú það er í sjálfu sér ekki hægt að segja annað en útkoma Gláms í haust hafi verið vonum framar. Hann átti býsna stóran hóp svona sem voru stigaðir og komu þeir að jafnaði bara feikna vel út. Og styrkleiki hans kemur jafnframt fram í því að þessi lömb sem var þó kastað frá að þau voru að skerast mjög vel og 19% af lömbunum sem fóru í sláturhús fóru í E-flokk.
Með þar hann nú bara að stilla sér við hliðin á þessum öflugustu gerðarhrútum. Nú Glámur var með 117 stig í kynbótamati fyrir gerð þegar hann kom inn á stöð og hefur hækkað núna eftir þessa notkun í gegnum sæðingar og stendur núna í 121 stigi. Og það svona frekar sjaldgæft að hrútar sem eru valdir svona beint inn á stöðarnar hækki í kynbótamati fyrir gerð eftir að kemur svona almenn reynsla á þá, þannig að hann hefur staðið mjög vel undir honum, þessi hrútur. En það lítur ágætlega út með dætur, allavega frjósemi eða hvað? Jú, það svo reynsla sem komin á hann heima í Svartakoti sýnir að dætur hans eru bara mjög frjósamar. En það virðast mjólka dálítið misjafnlega og það voru sem sagt 18 dætur hans núna í haust með 4,48 afurðastiga meðaltali. En hann svona frekari reynsla verður nú að leiða þetta betur í ljós og dæturhópurinn stækkar nú umtalsvert væntanlega með gimburum úr sæðingum sem væntanlega margar verið glæsilegar og fengið líf. En það sé nú samt alveg ótt að fullir að hann ákaflega efnilegur erfæði hvað varðar frjósemina. Þetta það miklir yfirburði sem hann strax að sýna. Nú hann arfblendinn grár en tvílitur eins og sést og hann getur gefið mórautt og sjálfsögðu tvílit og þar að leiðandi hreingvítt, þannig að það svona allt í boði hjá honum. Allt í boði og svona heilt yfir má segja að Glámur sé bara í raun feikilega öflugur gerðarhrútur og ætti að henta vel í flestar herðir og þá hann trúlega mjög góður valkostur líka fyrir þá sem að vilja auka frjósemi ána. Þetta var nú það sem vildu segja Glám. Næstur hér verður kynntur til sögunar Stapi frá Kirkjubæjarklaustri og Stapi líka hefði annan vetur á sæðingastöð líkt og Glámur. Hann var sem sagt hann fór sem lambið frá Kirkjubæjarklaustri, seldur þaðan í Borgarfell og þar stóð hann sig alveg gríðarlega vel og gerði þar mikið útslag sem lambafaðir, var síðan fenginn að láni til að taka þátt í afkvæmarannsókn sem var á Kirkjubæjarklaustri fyrir sæðingastöðarnar og stóð þar síðan efstur, kom í framhaldinu inn á sæðingastöð. Nú hann fékk bara mjög góða notkun síðasta haust og þetta voru yfir 200 hrútar sem við sáum undan honum í haust. Þar var mikið af góðu lömbum sem kom til skoðunar og margir bara mjög álitlegir ásetningshrútar í þeim hópi. Þannig að hann skilaði þó nokkuð af toppum og svona heilt yfir má segja kannski að hann gefi svona þéttvaxinn og þroska mikið lömb og skilar þykkum bakvöða og góðum lærholdum. Og svo hann bara nokkuð álitlegur sem erfæði líka eða hvað? Jú, það allavega blöppmatið lofandi eins og sést og hann greinilega reynst mjög vel sem slíkur í Borgarfelli. Árið 2019 þá fengu 23 dætur hans þar 5,3 afurðastiga meðaltali og frjósemið var jafnframt í góðu lagi og hann mikil frjósemi á þessu búi yfir höfuð og nú síðan 14 vetur gamla dætur hans á Kirkjubæjarklaustri sem settar á hann eftir rannsóknina. Þær sýndu frjósemi vel yfir búsmeðaltali í núna í vor og þær fengu 4,95 í afurðastiga meðaltali en haustgögnin frá Borgarfelli liggja ekki fyrir en þá gaman að sjá hverju það bætir við þessa reynslu.
og síðan náttúrulega er væntanlega stór hópur að ári sem skýrir þetta nú væntanlega endanlega. En stapi arfhreinn hvítur og skilar ekki hringhvítum lömbum. En svona heilt yfir þá má kannski segja að stapi sé í raun úrvals lambafaðir og bara mjög efnilegur arfaðir. Þetta er svona topp alhliða hrútur. Og áfram höldum við. Hér er þá kynntur til leiks Sammi frá Þóroddstöðum. Hann er nýr hrútur á sæðingastöðunum. Hann var sett valið núna í sumar og val hans byggir á góðri reynslu, bæði hann sem lambaföðurs og náttúrulega alls ekki sem síst var það sem vorum að leita eftir var einmitt svona hrútur sem er svo lofandi arfaðir og með glæsilegt kynbótamat fyrir þá eiginleika. Á bakvið hann standa nú tveir af öflugustu ærfeðrum stöðvanna á seinni árum, þeir Kjarkur, Rauturskógum og Bósi, þannig að þetta er svona öflugt sem stendur að honum, ekki síst í maðra eiginleikunum. Rétt er að benda á, það er nú ein villa þarna í ættartrénu, það er nafnið á móður hans er ekki Trjóna, en að öðru leyti er nú ættartréð rétt. Bósi er sem sagt móður faðir, en móðurinn heitir ekki Trjóna. Nú sem lambafaðir hefur Sammi verið að standa sig með bara mikilli prýði heim á Þóroddstöðum, verið þar yfirleitt ofarlega í afkvæmarannsóknum, skipað svona sæti í hærri kantinum þar og verið að skila vannleika, góðum þunga, hólegri fitu, þykkum bakvöða og bara prýðilegri gerð. En það eru kannski svona þessir maðuraeiginleikar sem eru mjög athyglisverðir við hann. Hvað segir okkur það, Árni? Já, hann hefur verið öflugur ærfaðir hérna heima á Þóroddstöðum. 10 dætur hans haustið 2019 voru með 6,28 afurðastiga meðaltali og svo 18 dætur hans nú í haust voru með 4,91 að jafnaði og þær hafa verið frjósamar og jafnan yfir búsmeðaltali sem er nú mjög hátt á Þóroddstöðum, og yfir 2 lömb fædd og kind. Þannig að þetta virðist verið í góðu lagi samkvæmt þessari reynslu sem fengin á honum og eins og blöppið náttúrulega sýnir líka og já, styður við það bara. Sammi hann er svartur og hefur erfðavísi fyrir tvílit en erfir ekki móraut, en hann getur gefið sem sagt hringhvítt og hann má líka nefna svört kind að hann heldur svarta litnu vel og mjög lítið gráhár í ullinni, þannig að það má skilja vænta þess að hann skili vel svörtu. Já, Sammi er í öllu falli verulega spennandi ærfaðir eins og kynbótamati sýnir og í raun bara mjög álitlegur alhliða kynbótarútur, þannig að það er að gera að nýta sér kosti hans. Og þá höldum við áfram og þá er hér næstur á blaði, það er Klæpon frá Hesti og hann er að hefja sinn 3. vetur á stöð, þannig að hann er nú orðinn sauðfjárræktendum nokkuð vel kunnur. Fékk í sjálfu sér ekki kannski mikla notkun þarna á fyrsta ári en kom þá mjög vel út enga síður og var notaður miklu meira
síðasta haust, þannig við fengum ansi stóran hópa hrútum til skoðunar í haust. Og það nú orðið nokkuð ljóst af þessari miklu reynslu að þetta mjög öflugur lambafaðir. Hann bæði árin á stöð hann í hópi þeirra hrúta sem að gefa hvað þykkastan bakvöða og skilar mikið af góðum hrútsefnum. Og svo hefur hann ávallt skilað góðum þunga, virðist skila nokkuð góðum vaxtarhraða. En eins og núna þá það aðeins drúgur og breki sem áttu þyngri hópa ef meðað við þunga á fæti. Þessir 180 glæbónsinnir, þeir eru 50 kíló á fæti. Þannig að hann að skila þroskamiklu lambum. Nú hann svona í meðalagi varandi fitu og telst þar að leiðandi ekki í hópi fituleysishrúta. En hvað vilt þú segja glæpon, Árni? Já, sem ærfaðir, það greinilegt og ætlar að skjóta durti föður sínu fyrir rass í þeim efnum. Kynbótamat hans fyrir frjósemi núna síðast, það stökk úr 101 upp í 110 þegar að frjósemi hjá fyrsta dætrahópnum tilkomin við sæðingar lá fyrir. Það eru greinilega komið vel út og þær upplýsingar sem liggja fyrir nú í haust mjólkurlagni dætra hans dreift landið það sem að koma inn þessa dagana og komið talsvert inn að upplýsingum að það lofa mjög góðu, þannig að ég held að þessi orðin nokkuð ljóst að glæpónstefnir í að verða fínasti ærfaðir. Og hann arfblendinn hvítur en erfir síðan hvorki móraðan lit né tvílit. Já, þetta í öllu falli vegna öflugur lambafaðir og bara mjög lofandi sem ærfaðir. Og ætti að vera mjög sniðugur hrútur til að ná sér í öflugar dætur. Og má kannski segja að þetta sé hrútur sem að hentar vel þar sem of mikil fita ekki ágefni. Hann bara á meðaltali í fitunni. Þannig að þau þola ekkert neina ofsalega þyngd áður en þau fara að sækja og safna á sig aðeins fitu. En þetta magnaður hrútur og þá förum við hér yfir á næsta hrút. Og það Bruni frá Sveinungsvík. Bruni einn af þeim 3 hrútum sem voru teknir inn frá Snartarstöðum í fyrra úr afkomarannsókninni sem var þar haldin á vegum sæðingarstöðvanna. Nú, hann svona aðeins með kannski óvanlegt ætterni miðað við hindanstöðarhrút, en eins og hefur komið fram í hans kynningu áður að þá Bogi frá Heydalsá sá mikli ærfaðir og kollótti hrútur finnst í hans bakættum í móðurættinni. Nú varðandi útkoman á honum að þá stóð þessi bara prýðilega í haust og lömbin stóðu þessi bara vel og voru svona við meðaltala mörgu leyti annarra sæðingarstöðar hrúta, en hann var að skila toppum í bland og átti algjör að toppa innanum. Og svo virðist hann svona skila frekar góðum þroska. En hvað vilt þú segja hann, Árni? Já, samkvæmt þeirri reynslu sem liggur fyrir þá virðast dætur Bruna ætla að verða svona meðaltal hvað varðar frjósemina en mjólkurlegnar. En þetta þó takmarkur reynsla en hún lofar góðu þar sem hún og dæturhópur væntanlega talsvert stærri strax næsta haust. Nú, Bruni hann arfhreinn hvítur en gefur ekki hreingvítt, en þetta ullargóður hrútur þó hann sé örlítið gulur en þá.
Einmitt. Þetta í öllu falli svona bara nokkuð helst eftir rútur og prýðilegur alhliða kynbátarútur, eða það allavega það sem hann stefnir í að vera út frá fyrirliggjandi gögnum. En þá höldum við áfram og hér kynnum við til sögunar nýjan rút á stöð sem heitir Viðar frá Bergsstöðum í Miðfirði. Nú Viðar, hann var fenginn að láni á Bergsstöðum til að þreyja afkvæma prófun sem var á efri fitjum á vegum sæðingastöðvanna, og þetta var fremur stór afkvæma rannsókn og margir öflugir gripir þarna sem voru að keppa. Nú Viðar sjálfur þetta glæsiskepna og feikilega velgerður einstaklingur, og hann virðist skila þessu áfram til afkvæma sinna. Hann hafði heima á Bergsstöðum staðið þar á toppnum sem gerðarhútur síðustu ár, og í þessari afkvæma rannsókn á efri fitjum þar stóð hann efstur að heildarstigum. Fallþungi afkvæmanna var á meðaltali, en þau vógu 19,8 kíló, þannig að þetta lá nú allt frekar hátt. En hann var feiknaöflugur í gerðinni og var langt yfir meðaltali þar og stóð efstur með 13,2 í einkunn fyrir gerð, þegar afkvæmana sem var gerð upp á tvílembingsrútlömbum. Fitan var aðeins yfir meðallagi eða 7,2. Og hann sýndi það mjög skýrt í þessari rannsókn að hann að skila feiknaöflugum afturparti og svona öflugur lambafaðir. En hverju viltu bæta við þetta? Já, hann komið með dálitla reynslu sem faðir heima á Bergsstöðum. 13 dætur hans sem báru nú í vor og sýndu frjósemi nærri meðaltali búsins, og sem nú gott væntanlega, og þær mjólkuðu vel og fengu 5,16 afurðastiga meðaltali. Nú Viðar, hann svo arfleitt hvítur og hann gefur ekki hreingvítt, en þetta mjög ullarmikill hrútur. Já, ég held að megi segja svona í heildina að Viðar bara framúrskarandi lambafaðir og bara mjög efnilegur ærfaðir. Væntanlega mun að virka vel í flestum hjörðum, en það verður að koma í ljós þegar hann fer í notkun gegnum sæðingarnar. En það allavega alveg ljóst að hann stendur sig frábærlega vel þar sem að vanleikir góður, eins og þessum búum sem hann hefur verið notkun. Þá hér komin á skjáin rúturinn Kofi frá Hesti, en kynningin á honum þarf nú ekki að vera löng, því að það eru nýkomnar dánarfregnir af honum og hann verður því ekki í boði í haust, nokkuð tíman framar. Þannig við höldum hér áfram og þá það Völlur frá Snartarstöðum. Völlur, hann kom á sæðingarstöð síðasta haust og kom ásamt þeim Amori föður sínum og Bruna, allir valdir úr afkvæmarannsókninni á Snartarstöðum. Völlur fékk feikna góðar viðtökur og þetta var eftirsóttasti rútur stöðvanna síðasta haust, enda álitlegur að flestu leyti. Nú, útkoman í haust, hún var bara feikna góð, hann stóð bara mjög vel við sitt og skilaði alveg fjöldan af öllum af góðum hrútsefnum, og það sem að ekki var sett á, það kom vel út úr slátrun, og
af því að þetta nú mjög mikill fjöldi af lömbum sem hann átti, þá í rauninni magnað að staða hans þó sterk og það voru 19% af þessum lömbum sem að fóru í sem að var þó hent frá. Og það líka einmitt dæmi hans styrkleika að hafa verið þetta mikið notaður að þá heldur hann nokkuð sinni stöðu í kynbótamati fyrir gerð. Það þar með 119 stig. Og eins varðandi fituna, kynbótamati þar er lítið breytt frá því sem var, þannig að hann að svona virka eins og vonir stóðu til. Þetta er engin sérstakur fituleysir hrútur en fyrst og fremst öflugur gerðarhrútur. Þannig að hann svona heldur áfram uppteknum hætti að narta í hæla föðursins Amors, sem eru í raun báðir grámagnaðir lambafeður. En það lítur ágætlega út með hann sem ærfaði líka, ekki satt Árni? Jú, það gerir það. Fyrstu niðurstöður dætur hans heima á Snartarstöð lofa bara mjög góðu. Vetu gömlu voru yfir búsmeðaltali í frjósemi og meðal afurðastig 6 vetu gamalla dætur hans í haust var 5,8. Nú síðan verður hans dætrahópur að ári væntanlega býsna stór, hann ætti að fást góð mynd á hann sem ærföður strax næsta haust. Nú hann arfhreitt hvítur og gefur ekki hrein-hvítt. Hann hins vegar svona vel hvítur og skoðun á hrútunum í haust, það gátt við nú ekki fundin einn gul hár í reifi og þetta, hann heldur svona ullargóður bæði hvað varðar magn og gæði. Já, og svona í heildina litið má segja að af öllur stefni í raun í að vera bara ákaflega heilsteyptur hrútur og mjög öflugur lambafæðir og í raun bara bráðefnilegur sem ærfaði líka eins og tölur standa. Og þá höldum við áfram. Hér komin á skjáinn hrútur sem nú heitir Glóin frá Stóra Vatnsodni í Haukadal. Hann reyndar nýbúinn að fá þetta nafn, hann hét áður Muninn, en það svona til þess að forða öllu ruglingi að þá var skipt nafn á þessum, þannig að þeir væri ekki tveir á stöðunum. Nú, Glóin hafði sýnt alveg fádæma flottar niðurstöður heima á Stóra Vatnsodni og var í framhaldinu fenginn í ákveðnum bránahesti. En svona því miður þá vantaði óþarflega mikið af hans sonum af fjallið þegar afkvæmarannsóknin fór fram á hesti, þannig að þær niðurstöður voru svona tæplega marktakar þó þeir væru mjög góðar og styddu fyrir dóm. En hann átti aftur býsna stóran hópa lömbum heima í Vatnsodni, hafði sérst verið notaður þó nokkuð áður en hann fór í prófunina og þar lék hann svona sama leikinn aftur. Hann var þar vel yfir 12 í gerð og þunga vel yfir meðaltali og framt undir meðaltali. Þannig að hann sameinar mjög vel öfluga gerð og svona hóflega fitu. Nú aðeins varðandi Glóins að þá hann komin út af hrút sem hét Dúddi frá Ósi og það hefur verið mikill yfirburðarhrútur og nokkrir úrvalshrútar af því kyni hafa verið í sigtinu fyrir stöðarnar og við erum búin að vera svona að reyna að ná í þetta kyn, en það hefur nú gengið ansi treglega. Þeir hafa nú yfirleitt ekki og bara ekki enst aldur til þess að komast alla leið og þannig var það einmitt með Dúdda sjálfan. Þannig að hér þá loks komin af þessu öfluga ættlegg. En komin einhver dætrareynsla á þennan hrút, Árni?
Það náttúrulega ekki mikil, en vetur gamla dætur hans heima á Stóra-Vatnshöfn sýndi frjósemi aðeins undir búsmeðaltal núna í vor, en það 4 sem að skiluðu afurðum. Þær eru með 5,23 afurðastig að meðaltali, þannig að þær hafa staðið sig vel. Nú dæturhópurinn stækka nú vantarlega talsvert núna, þegar voru bæði margar gimbravaldandi lífsundar honum á Stóra-Vatnshöfni og svo væntanlega einhverjir á hesti líka, þannig að þetta skýrist nú betur bara strax á næsta ári. Nú hann svo glóinn, hann arfleitt hvítur og hreinkvítur eins og útlitið ber með sér. Hann svo jafnframt með mjög góða ull, með tókfína og mjúka. Já, ég held að sé ótt að segja að glóinn, þetta sé svona ein af þessum vonarstjörnum stöðana þetta haustið og svona verulega álitlegur allavega sem lambafaðir og vonandi á eftir að rætast úr dætrunum líka þegar kemur betri reynsla á það. En þá förum við yfir í Húnavatnssýslurnar og hér komin á skjáinn Glitnir frá Efrifitjum. Hann var tekinn inn á stöð núna í haust eftir að hafa staðið sig með miklum ágætum í afkomarannsókninni á Efrifitjum. Faðir hans, Glitnis, Baukur, það er hrútur frá Efrifitjum sem að fór sem lambið í Urriðá og hefur verið þar svona einn aðal Spútnik-hrúturinn þar á síðustu árum og hefur reyndar verið svona var í sigtinu fyrir sæðingastöðurnar. Nú, útkoman hjá Glitni í þessari afkomarannsókn var feiki góð og enda þetta alveg hörku einstaklingur sjálfur og hann virðist skila því vel til afkomana. Og synir hans voru til að mynda með hæsta meðaltal fyrir lærastig í þessari prófun. Nú þegar afkomarannsókn var gerð upp á tvílembingshrútum var fallþunginn hvað mestur hjá sonum Glitnis og varðandi gerð þar stóð hann annar í röðinu og eftir Viðari og var með 13 í einkunn fyrir gerð, fitu 6,9 og því alveg ljóst að þetta er alveg hörku lambafaðir og afkvæmi hans skila miklu þroska og þola í rauninni talsvert mikið þungaður en fara að safna fitu. Þannig að hér er kominn enn einn glæsir hrúturinn frá Efrifitjum, en hann einnig með gott mat fyrir mæðraeiginleikana. Hvað segir þú það, Árni? Já, hann náttúrulega bara aðeins veturgamall, þannig að það svo sem engin reynsla komin, en ættefni gefur góðar vonir og móðir hans hefur bæði frjósum og mjólkulegin. Hann síðan arfblendinn hvítur og hreinkvítur eins og þið sjáið, en mér ekki mórautt, hann gefur tvílit og hann jafnframt með góða ull að öðru leyti. Já, þetta er í raun ákaflega spennandi hrútur og svo skemmtilega jafnvígur á þessa helstu eiginleika eins og kynbótamati sýnir. Og þá höldum við áfram og þá hér síðasti hindi hrúturinn í Borgarnesi, það en ekki sístur og það hann Kostur frá Eitirskógum og Kostur var semst tekinn inn á sæðingastöð núna í haust þegar var búið að gera upp afkomarannsókn á Eitirskógum og í þessari afkomaprófun stóð hann sig alveg stórglæsilega í bara öllum þáttum, en sérstaklega sýndi hann mikla yfirburði þegar kom að gerðarmati sláturlamba. En hrútlömbin undan honum, þau voru með
12,3 í einkunn fyrir gerð í sláturhúsi og það var langt yfir meðaltali afkomarannsóknir sem var 10,6 og það hefur hleypt verulegu lífi í kynbótamat hans því að hann stendur núna efstur af öllum sæðingarhrútum, bæði lifandi og dauðum, í kynbótamati fyrir gerð með 137 stig. Þetta náttúrulega óheimið þéttvaxin kind, algjör holdakokull og hann greinilega að skila þessu mjög vel til afkvæma sinna. Fallungin var á meðaltali í rannsókninni en þau voru svona aðeins feitari en meðaltali í rannsókninni sem að telst þó kannski ekki mjög feitt. Fitueinkunnin var 6,4 við fallþungu upp á tæpa 18 kíló. Nú aðeins varðandi ætterni þá faðir hans munkur. Þetta var mjög öflugur hrútur einnig og stóð efstur í afkomarannsókn á ytri skóm í fyrra og átti annan son í þessari afkomarannsókn núna sem að var næst efstur. Á ytri skóm keyrt mikið á notkun lambhrúta og veturkonulhrútarnir eru afkvæman prófaðir á skipulegan hátt, svona þetta gert svolítið með sambærilegum hætti kannski og á hesti. Þannig að ættliðabilið býsna stutt og svolítið magnað að þarna til dæmis burkni frá mýrum aftur í 4. lið í föðurlegg sem kannski svona orðið ótrúlega fjarlægt með að við aðeins stutt síðan burkni var á stöð. En hverju vilt þú bæta við, Árni, þennan grip? Já, hann náttúrulega bara vetur gamall og þannig engin dætra reynsla komin inn en kynbótamati lofar heldur góðu og nú móðir hans, hún var 7 vetra og var bæði frjósum og ágætt afurðar, við endaði með 6,7 afurðastig. Nú hann síðan arfreit hvítur og gefur ekki hrein hvít, en hann ullar mikill og já, með togið bæði fínt og rokkið, þannig að þetta best vera ágætt ull á honum þó hann sé ekki alveg hrein hvítur. Nú hann síðan annar 2 hrúta á stöðunum núna sem arfblendin vendandi gagnvart riðuveikinni og skilar því þá væntanlega áfram til helmings afkvæma sinna. Já, ég held að megi segja svona heilt yfir að kostur, þetta náttúrulega gerðarhrútur alveg í fremstu röð með að við framkomnar upplýsingar og ætti að vera hrútur sem að myndi henta mjög vel í flestar herðir og örugglega ekki síst þar sem að vanleiki svona í meðallagi og fitan ekkert áhyggjuefni að þá ætti hann að reynast mjög spennandi kostur. Þannig að þetta voru hindurhrútarnir og þá færum við okkur hér yfir í kollótturhrútana sem standa í Borgarnesi. Þar fyrstan að telja vött frá Hjarðarfelli sem að var tekin inn á sæðingarstöð núna í sumar. Nú við val á honum var nú verið að horfa til þess að þetta mjög öflugur erfðir, fer þannig af stað og svo líka til þess að geta boðið upp á móflekkatónhrút fyrir kollóttavið. Vöttur sjálfur svona fremur stórgerður hrútur en hefur skilað svona gerð í ágætu meðalagi á búinu og góðum mannleika, góðum þroska og hagstæðu bitumati. En þarna dætra kostirnir svona hans kannski aðall eða hvað, Árni?
Jú, það sem komin nokkur reynsla á dætur hans hérna heima á Hjarðarfelli og það að verið heldur yfir meðalagi hvað frjósemi varðar en afurðasamar og árið 2019 þá voru 15 dætur hans með 5,7 afurðastiga jafnaði en upplýsingar fyrir haustið liggja ekki fyrir frá Hjarðarfelli sem stærsti hópurinn en einhverjar dætur hans hafa verið seldar til lífs á önnur bú. Nú móðir hans var feiknaöflug og endingagóð var 10 vetra gömul og skilaði mörgum lömbum í ásetning og vænum. Nú eins og vænta má að óflekkóttur hrút þá gefur vöttur alla sauðaliti sem mæðurnar leyfa hverju sinni og þar með bæði tvílit og hrein-hvít. En svona heilt yfir þá má kannski segja að vöttur kannski fyrst og fremst svona feiki álitlegur sem erfðaðir og ætti að bæta frjósemi og mjólkurlægni á kollóttufénu og ætti að vera til góðra kynbóta hvað það varðar. Þá yfir á næsta hrút og það Viddi frá Fremri Gufudal sem að kom inn á sæðingastöðurnar í fyrra og hefur nú sinn annan vetur. Hann var sérst valinn á sínum tíma sem álitlegur alhliða kynbótarhrútur og fremur sterkur fyrir flesta eiginleika og ekki síst verið að horfa til þess að hann hefur góða spá fyrir frjósemi dætra en það má kannski segja að það hafi nú ekki verið kannski offramboð af hrútum á stöðunum kollóttum sem að hafa verið mjög sterkir hvað þann eiginleika varðar. Hann vonandi bætir það upp. Sem lambafaðir hafði Viddi staðið sig mjög vel heima í Gufudal og átti þar einni syni sem að voru farnir að láta þessi kveða og gera það. Í haust kom allstór hópur svona hans til skoðunar og svona heilt yfir þá voru þetta bara prýðilega gerð lömb og væn. Bakvöðin var nú kannski ekki sá þykkasti en þú stiguðust samt býsna vel og var að finna alveg feikna góð hrútsefni í hans ákveðna hópi. Nú þrátt fyrir að Viddi skili prýðisgerð hann ekki mjög hár í kynbótamati fyrir þann eiginleika en það svona má kannski nefna það svona almennt að gerðamatið náttúrulega leiðrétt fyrir þunga þannig að hrútar sem að skila miklum þunga þá eru gerðar auknar kröfur til þeirra varðandi gerðina. Þannig að það skýrir einhverju leyti að hann þó ekki hærri en þetta. En Árni, yfir til þín. Já, hann stendur náttúrulega prýðilega í blöppkynbótamatinu fyrir dætra eiginleika og árið 2019 þá voru 14 dætur hans heimi í Fremri Gufudal með 5,11 afurðastig og stærri hópur nú í vor sýndi prýðilega frjósemi þannig að það nú alla líkur á að þetta nú standa nokk þetta mat á honum og síðan bætist í hópinn að ári eftir fyrsta veturinn á stöðvunum. Nú hann síðan arfblendinn hvítur og hrein-hvítur eins og myndi ber með sér og gefur síðan mórautt og tvílit. Já, og svona í heildina lítið má kannski segja að þetta prýðislambafaðir, skilar góðum vanleika og líklegur til að bæta mæðraeiginleikana og þá sérstaklega frjósemina. Og við látum þetta gott heita Viðar og förum hér yfir á næsta grip sem Guðni frá Miðdalsgröf. Og þetta nú orðinn ansi reyndur hrútur, hann að hefja sinn 3. vetur núna á stöð og hann þarfnast kannski ekki langrar kynningar, hann hefur bara ætíð skila mikið af góðum gripum, hann
þetta vel gerður einstaklingur og skilar því áfram, þykkum bakvöðva og öflugum læraholdum og er með hátt meðaltal fyrir læri eða 18 að meðaltali og ákvæmin eru svona í meðalagi fitusækin. En það er nú væntanlega komin svolítil reynsla á hann núna sem ærfaðir. Jú, kynbótamati fyrir frjósemi dætra það lækkaði nú aðeins þegar upplýsingar lágu fyrir vetugömlu ærna tilkona við sæðingar og það stendur núna í 98 en það fyrir var mjög takmörkuð reynsla af dætrum Gunnar því að hann fór nú á stöð aðeins vetugamall og þannig að það var mjög það eru bara örfáar sem til voru undan honum þarna heima. Nú þær upplýsingar sem að koma inn núna með afurðir þessa dætrahóps, fyrsta dætrahóps úr sæðingunum, það gefur til kynna að þær séu svona nærri meðallagi sem mjólkur en þetta skýrist nú betur þegar allar upplýsingar verða komnar í hús en það er nú allt sem bendir til þess að Gunni sé svona með allavega meðal hrútur svona sem fæðir. Nú hann síðan arfreitt hvítur og ullar góður þó hann sé ekki hreinn-hvítur eða skili því heldur. Já, og svona heilt yfir þá kannski hægt að segja hann að þetta í öllu falli öflugur gerðarhrútur og svona frekar líklegur til að skila mjólkurlögnum dætrum. Þá förum við hér yfir á næsta hrút og það nýr hrútur á stöð sem heitir Þokki frá Lundi á Völlum. En það sést opnaðist nýlega fyrir þann möguleika að taka hrúta austan að héraði á sæðingarstöð. Hólfið var opnaðist eftir að hafa afplánað sín 20 ár í riðuleysi og mjög spennandi að fá hrút frá Lundi en þetta bú hefur verið ákaflega öflugt og eitt af þeim afurðahæstu yfir landið alllengi. Valið á Þokka, það svona byggist bara á góðri reynslu af heimabúi. Hort á hann sem svona álitlegan alhliða kynbótagrip og hann sem sagt sonur Ebita og annar tveggja svona hann sem kemur núna inn á stöð. Þokki stóð sig sem lambafaðir mjög vel á Lundi og hefur verið þar efstur fyrir gerð sláturlamba öll árin sem hann hefur verið notaður. Vanleiki lambanna hefur einnig verið mjög góður og verið yfir búsmeðaltali sem nú yfirleitt í kringum 20 kílóin. En fitan hefur svona verið kannski í hærri kantinum miðað við það sem aðrir hrútar hafa verið að gefa. Hann áorðir ríflega 100 afkvæmi með kjötmatsupplýsingar og meðalþungi þeirra 21,6 kíló, gerðin 11,5 og fitan 8,5. En það nú kannski ekki komin mikil dætra reynsla á hann þó að spáin sé góð eða hvað? Nei, það nú ekki komin mikil reynsla en kynbótamati hlýtur nú að byggja á einhverju og nú verulega hátt fyrir mjólkurlegni þannig að en nærri meðalagi hins vegar hvað varðar frjósemina og það verður bara spennandi að sjá hvernig það þróast en þessi hrútur síðan arfblendinn hvítur og gefur tvílit og þar af leiðandi hreinn-hvítt en ekki mórautt. Já, þetta spennandi lambafaðir, það alveg ljóst og
og bara mjög álitlegur alhliða rútur. Og þá förum við yfir í Borgarfjörðinn og kynnum hér nýjan hrút á stöð. Það Svörður frá Hesti. Hestbúið hefur nú kannski ekki verið frægast fyrir að skaffa mikið af kollóttum hrútum á stöðarnar, en þetta þó ekki einsdæmi að það hafi komið kollóttur hrútur þaðan. En það svona lítill stofn af kollóttu fé til á hesti og því hefur alltaf verið viðhaldið. Það sést koma hesti á sínu tíma kollótta féð frá Reykhólum, frá ullarkynbátabúinu og hann rekur í raun ættir sínar þangað. En síðan hann náttúrulega sonur Móra frá bæ, fyrsti sonur hans sem að kemur inn á stöð. Nú þetta mikill glæsigripur sjálfur og hefur staðið sig mjög vel á hesti, þessi 2 haust sem að hann hefur skilað lömbum til slátrunar. En vissulega hefur hann ekki tekið þátt í afkvæma rannsóknunum á móti hindurhrútunum, heldur verið notaður í kollóttaféð aðalega. Haustið 2019 var hann við meðaltal búsins 9,9 einkunn fyrir gerð og það nú bara góð frammistaða hjá honum að á þessu öfluga búi að vera þar á meðallaginu. En hann hefur staðið sig vel varðandi vanleika, hann hefur skilað alltaf vanleika langt yfir búsmeðaltal eða þessi 2 ár. Og það hafa komið fram góð hrútsefni undan honum og búið að selja svolítið af álitlegum hrútsefnum frá hesti undan þessum hrút. En hann með fallegt kynbótamat fyrir ósemi og mjólkurlægni, en kannski ekki byggt á mikilli reynslu eða hvað? Nei, það það náttúrulega ekki, hann undan ungur. En bæði náttúrulega Móri þarna faðir hans með sitt sterka mat, en það líka ágætt afurðasemi í móðurættinni, þannig að það myndi nú ætla að þetta gæti verið nokkuð traust ættirni til að styðja við það, hann verði góður erfæðir, það reynist þannig. Og hann hreinkvítur en arfblendinn hvítur og gefur raun alla liti, það að segja hann getur gefið mórautt og tvílit líka. Og svona heilt yfir má kannski segja að Svörður í raun bara mjög álitlegur alhliða kynbótahrútur. Hann lítur vel út með bæði dætraeiginleika og prýðis lambafaðir. Og þá næstur hér á blaði Tónn frá Melum í Árneshreppi. Og hann sem sagt nýr á stöð, var tekinn inn núna í sumar, en hann hafði samt enga síður þreytt afkvæma prófun þar sem að var verið að stefna saman úrvalshrútum sem að fór fram á Melum haustið 2019 á Melum. Og þar stóð hann sig alveg fjandi vel. Hann var með mjög hátt gerðarmat í þessari afkvæmarannsókn og þannig gerð upp á 11,7 við 19,2 kíló, fitu upp á rúmlega 7. En hann var með glimrandi góðar niðurstöður þar og var svona í toppbaráttunni við á Fálka og Blika sem að voru valdir inn á stöð það haustið úr rannsókninni. Nú þarna Móra blóð líka, Móri kallinn sem sagt móður faðir hans, þannig að það ætti að styrkja svona maðureiginleikana.
og svo í föðurættina er komin út af Sigurboga sem var feikna öflugur lambafaðir á Melum. En hverju vilt þú nú bæta við? Já, það er lítil reynsla komin út á hann sem föður en 3 veturgamlar ær undan honum á Melum sem báru í bor, 2 tvílemdar og 1 einlemd. Og þær skiluðu góðu lömbum núna í haust. Tónn er hreinkvítur en arfblendinn hvítur og gefur mórautt og tvílit. En hann er jafnframt ullar mikill og með ákaflega fallega og góða ull, þessi rútur. Já, þetta er fallegur gripur og allavega mjög öflugur gerðarhrútur eins og hann sýndi í ákomarannsókninni og ætti að vera álitlegur sem ærfaði líka. Fitan er þarna aðeins undir þannig að kannski má segja að hann hendi svona kannski síður í hjarðir sem eru mjög fitusæknar. En í heildina mjög álitlegur alhliða kynbótarhrútur. Þá förum við yfir á síðasta kollóttarhrútinn í þessari kynningu. Það er Fennir frá Heydalsá. Fennir er einn af þeim 3 hrútum sem voru teknir inn á sæðingastöð úr afkvæmarannsókninni fyrir sæðingastöðnar sem var á Heydalsá í haust. Og þar stóð hann sig bara ákaflega vel. Hann sýndi það að hann er að skila svona mjög þéttri byggingu. Lömbin undan honum voru væn en svona tiltölulega lágfætt. Og tvílembingshrútarnir sem fóru í sláturhús, þeir flokkuðust ákaflega vel og voru háir í gerðamati eða með 13 að meðaltali. Og hann er skemmtilega ættaður, hann er sem sagt sonur Blika frá Árbæ sem var fenginn á stöðarnar í fyrra frá Smáumrum og var nú allt og skamlífur sá hrútur. Þannig að Fennir fyllir það skarð og svo er Plútó þarna í móðurættina og þó að hann hafi nú aldrei slegin en vinsældarmet þá var það nú ákaflega farsæll hrútur og ekki síst góður ærfaðir. En hverju viltu bæta við, Árni? Já, hann er náttúrulega ekki komin eina reynslu á dætrum aðeins veturgamall en hann er undan mikilli afurð á þessari Plútó-dóttur þarna og ætterni spáir sérstaklega vel fyrir mjólkulægni dætranna. Og hann er síðan arfhreinn hvítur hrútur og jafnframt ullar mikill og þetta er til kynbóta með hvað ullina varðar líka. Já, þetta virðist vera heilsteyptur hrútur og greinilega hörku gerðarhrútur og svona lofandi gagnvart mjólkulægni út frá Spáni og hrútur sem að myndi passa víða vel í hjarðir. Og þá förum við hér yfir á nýjan hrút sem er feldhrútur, Melkollur frá Hárlagsstöðum og Árni, þú getur nú sagt okkur allt um hann. Já, hann var tekinn inn á stöð, þann Melkollur núna í sumar sem nýr feldhrútur og jafnframt sá fyrsti þeirra gerðar allavega í seinni tíð sem er ekki fæddur og uppalinn í Vestur Skaftafellssýslu þó hann rekinn og ættir þangað að 3/4. En bændur hérna á Hárlagsstöðum í Rangárvallasýslu þau hafa verið að byggja upp svolítinn hópa feldfé núna síðustu árum með því að nota sæðingar og Melkollur afrakstur
þess. Nú hann hefur skilað feldgæðum vel til afkvæmana sinna. Við skoðum undanúrlömbi hjá þeim sem hafa verið falleg og með honum kemur líka aðeins óskilt blóð inn í feldfjárræktun með móðurmóðir hans sem sagt var ekki ættuð úr þessum feldfjárhjörðum þarna fyrir austan. Nú hann lítið skyldur sem sagt loppa feldfjárhrút sem var á stöðvunum og því vel nothæfur á dætur hans en aftur á móti hann sonur Mels og gráfeldur þarna móðurfaðir hans, þannig að þeir eru nú svona kannski heldur náskyldur honum til þess að nota hann á dætur þeirra. Nú hann arfblendinn grár og gefur henni bara grátt og svart, við hvorki mórautt né tvílit. Takk fyrir það. Og þá förum við yfir í síðasta rútinn sem forysturútur og það hann Kjartan frá Gunnarsstöðum og Lárus, þú ætlar að segja okkur allt hann. Já, Kjartan frá Gunnarsstöðum, hann nýr forysturútur á stöðvunum og byrjar á Vesturlandi. Hann fallega Mó Arnhöfðóttur, teiknalegur og fallegur rútur. En eitt af þeim síðan atriðum sem horfti til við val á forysturútum á sæðingastöðvarnar að lágmarka skyldleika við fyrri forysturúta á stöðvunum. Kjartan vissulega undan Strumpi sem var á Sauðfjársæðingastöð Suðurlands 2018 til 2019. En ástæða þess að við veljum Kjartan núna að Strumpur pappans nýttist því miður bara í 1 ár á stöð. Strumpur var fjarskyldur fyrir forysturútum á stöð og móður Kjartans það í rauninni enn frekar. Þeir forysturútar á stöðunum sem eru skyldastir Kjartani eru Póstur, hann föðurfaðir og þá kemur Geri fyrir í næsta lið þar fyrir aftan sem og biskup tvisvar. Þannig að allavega næst fyrir aftan Strump og í móðurleggina þá langt í næstu forysturúta á sæðingastöðunum. Nú Kjartan mjög flottur forysturútur og við bindum miklar og vonir við hann til að varðveita forystu eiginleika forystu fjárins í landinu. Hann getur gefið alla liti, veljist þannig á mótunum. Já, takk fyrir það, Lárus. Og þar með erum við búin að heyra lýsingar og reynslusögur allra rúta sem eru í boði á sæðingastöðinni í Borgarnesi þetta árið og þökkum hér fyrir.